Guðmundur Ingi Kristinsson hefur ákveðið að hætta sem mennta- og barnamálaráðherra og Inga Sæland formaður flokksins tekur við því ráðuneyti. Guðmundur ætlar að einbeita sér að því að ná bata eftir aðgerð. Grænlendingar tapa réttindum verði þeir hluti af Bandaríkjunum, segir formaður utanríkismálanefndar Grænlands. Varaforseti Bandaríkjanna segir Dani ekki hafa staðið sig í að tryggja varnir Grænlands. Fulltrúar innflytjendastofnunarinnar ICE skutu konu til bana í Minneapolis í gær. Borgarstjórinn skipaði þeim að koma sér burt úr borginni. To ICE, get the fuck out of Minneapolis. Atvinnuvegaráðherra vill breyta innheimtu og umferðarlögum til að skýra reglur gjaldskyldu á bílastæðum. Framkvæmdastjóri FÍB segir stjórnvöld hafa sofnað á verðinum. 4 fyrrverandi forsætisráðherrar fengu ekki boð í nýársfagnað forseta á 13. Tæknileg mistök segir ritari forseta en ekki liggur fyrir hversu mörg boðskort fóru forgörðum. Komið þið sæl. Við byrjum hér á glænýrri frétt en Guðmundur Ingi Kristinsson, þingmaður Flokks fólksins, hefur ákveðið að hætta sem mennta- og barnamálaráðherra vegna veikinda en hann ætlar áfram að gegna þingmennsku. En nú rétt fyrir fréttir þá tilkynnti Inga Sæland, formaður Flokks fólksins, að hún taki við embættinu. Guðmundur Ingi tilkynnti ákvörðun sína í færslu á Facebook fyrir stundu. Hann gekkst undir hjartaaðgerð í desember og segist vilja einbeita sér að því að ná bata. Ragnar Þór Ingólfsson, þingflokksformaður flokksins, tekur við embætti Ingu sem félags- og húsnæðismálaráðherra. Við segjum ykkur meira frá þessum vendingum þegar fram líður á kvöldið. En Marco Rubio, utanríkisráðherra Bandaríkjanna, ætlar að hitta Lars Løkke Rasmussen, utanríkisráðherra Danmerkur, í næstu viku og ræða málefni Grænlands. Varaforseti Bandaríkjanna J.D. Vance fór hörðum orðum stjórnvöld í Danmörku í viðtali í gær og sagði Evrópu og Danmörku hafa ekki staðið sig í að tryggja varnir Grænlands. They've underinvested in their security. They haven't done a good job of securing that area, that landmass. And the President of the United States is saying very clearly, you are not doing a good job with respect to Greenland. We're going to make sure we defend America's interests. And I think the President's willing to go as far as he has to make sure he does that. Hallgrímur Indriðason, fréttamaður, á Grænlandi. Hvernig taka Grænlendingar í þessa orðræðu, Hallgrímur? Já, ekkert mikið betur heldur en svona þegar hún hefur komið upp áður. Þetta náttúrulega alls ekkert svona ný orðræða af hálfu Bandaríkjastjórnar, en Grænlendingar náttúrulega ítrekka það að þeir vilji ekki vera Bandaríkjamenn, þeir vilja vera Grænlendingar. En það hefur hins vegar komið svona stuðningur annars staðar frá, meðal annars tók Tívolíið í Kaupmannahöfn sig til og dró grænlenska fánan að húni til þess að sýna grænlendingum samstöðu í þeirri baráttu sem þeir eru í núna. Það kom líka sameiginleg stuðningsyfirlýsing frá Norðurlandaráði í morgun, þar sem þeir styðja grænlendingi í þessari baráttu, þannig að stuðningurinn allavega að koma frá nágrannalöndunum. En ég ræddi í dag morgun við Pípalug Lynge sem formaður utanríkismálanefndar grænlenska þingsins. Og hún gagnrýnin á framgöngu Dana í þessu máli, einkum hvað varðar upplýsingagjöf til grænlenskra stjórnvalda. Hún vill þó alls ekki að Grænland verði hluti af Danmörku, en grænlendingar hafi áhyggjur af því sem kann að vera framundan. Så jeg føler lidt, at Grønland kæmper imellem 2 lande, med Danmark i rigsfællesskabet og så USA. Fordi vi ved, hvad vi vil, og vi vil ikke være danskere eller amerikanere. Så det 2 kampe, vi kæmper lige nu, og vi forstår godt situations alvor. Lynge segir Dani hafa trassað að gefa grænlenskum stjórnvöldum upplýsingar sem varði Grænland, þrátt fyrir margra ára baráttu fyrir auknu aðgengi. Så det rigtig frustrerende, at selv i disse tider, hvor Trump truer at overtage os, at vi stadigvæk skal bede om oplysningerne fra Christiansborg. Så Mette modsiger sig selv ved at sige, at vi skal træffe beslutningerne herfra. Det kan vi ikke af forældede oplysninger. Lynge segir það hafa mjög alvarlegar afleiðingar fyrir grænlendinga, verði þeir hluti af Bandaríkjunum. Jeg synes, de rettigheder, vi har, de kommer vi til at miste. Menneskerettigheder, børns rettigheder, oprindelige folks rettigheder. Fordi oprindelige folks rettigheder og menneskerettigheder i hvert fald ikke anerkendt i USA.
Hún vonar að fundurinn sem fyrirhugaður milli utanríkisráðherra Grænlands, Danmerkur og Bandaríkjanna í næstu viku skili betri tímum. Og jeg håber, at der vil blive lyttet til, når man siger, at vi ikke vil være amerikanere. Stjórnvöld í Grænlandi eru þakklátt fyrir stuðning annara landa, ekki síst Íslands. Vi altid har kigget til Island, hvordan I har klaret jer ud af den der kolonimagt. Så vi har rigtig behov for den islandske støtte også. En Hallgrímur, hvað með þá sem styðja Bandaríkin? Hefur eitthvað heyrt í þeim? Já, það má kannski segja að þeirra skoðanir séu kannski að koma fram af svona meiri krafti síðustu daga án þess að það þýði endilega að þessum stuðningsmönnum hafi fjölgað. Konu Fenger sem leiðtogi Naleraq, eina stjórnarandstöðuflokksins, hann hefur til dæmis lýst þeirri skoðun sinni að það sé betra fyrir Grænlendinga að vera í svona einhvers konar sambandi við Bandaríkin heldur en að vera áfram í ríkjasambandinu við Dani. Og Jörgen Boasen sem svona þekktasti stuðningsmaður Trumps hér á Grænlandi, hann meira segja gekk svo langt að setja fram þá kenningu að danska öryggislögreglan hefði haft áhrif á þingkosningarnar á Grænlandi í fyrra sem nokkuð sem engar sannanir eru fyrir. Þannig að já, þetta svona komið aðeins að meira krafti inn, en borgarstjórinn í Nuuk lýsir hins vegar svona stöðunni þannig að Grænlendingar standi fyrir bara gjörbreyttu landslagi bara á síðustu dögum og vikum. I never imagined that we would be in this situation. I think our world and the world has not been the same since since the Trump's plane landed in Nuuk. We feel like we are not treated as our own people living in our own country. We are treated like an item to buy, and we really want to get away from that. So no one had imagined that, and I think it's a very normal reaction that the Greenlanders have now towards everything. Já, og hér erum við með hjá okkur Ingu Dóru Markussen sem hefur nú reynslu úr pólitíkinni hérna á Grænlandi. Já, svona miðað við hana, hvernig fyrir stjórnmálamenn í þessu litla landi, þar að segja með íbúalega séð að standa frammi fyrir svona stóru verkefni? Já, rosalegt álag. Ég myndi mér út með litla utanríkisþjónustu og það eru bara fréttamenn sem að hringja og náttúrulega stjórnaryfirvöld í Danmörku og þetta rosalegt álag á þessa pólitíkusa sem eru núna að takast á við þetta verkefni, stóra verkefni þessa dagana. En hvernig svona að þínum að hvernig gengur þeim að takast á þetta? Já, miðað við hvað hefur komið út, það kemur lítið út til okkar íbúa hérna heima að heyra hvað að gerast, svona beint koma inn í svona í upplýsingum frá sér svolítið erfitt af því þeir eru í þessum samskiptum við Danmörku og þeir geta ekki tjáð sig alveg stöðu mála eins og Það er skiljanlegt en íbúarnir hérna eru farnir að biðja fleiri upplýsingar hvernig þau eiga að haga sér í þessu ástandi meðan þetta gengur svona því að ég heyri meira fólk vera að tjá sig að ef svo skildi Bandaríkin koma að yfirtaka Grænland hvernig eigum við að standa okkur í því, hvað á fólk að gera og við erum komin að það skeið miðað við og það þessi svör sem maður byrja að spurja eða vilja að fá svör við og það kemur svona meira álag á það að koma þessum upplýsingum frá pólitíkusunum sem að vantar svolítið og þeir eru meðvitaðir núna. Takk fyrir þetta Inga Dóra Markussen og með þetta kveðjum við héðan frá Nuuk. Takk fyrir það Hallgrímur Indriðason sem stendur vaktina í Grænlandi. Og þá að öðru. Reiði ríkir í Minneapolis í Bandaríkjunum eftir að fulltrúar innflytjendastofnunar landsins skutu konu til bana. Yfirvöld segja að það hafi verið sjálfsvörn, borgarstjórinn ekki á sama máli. Fólk kom saman í Minneapolis og víðar í Bandaríkjunum í dag til að mótmæla morðinu.
Á myndskeiðum sjást lögreglumenn nálgast kyrrstæðan bíl konunnar í gær og einn þeirra reyndi að opna. Þegar hún keyrði af stað, skaut einn þeirra hana. Heimavarnaráðherrann segir að fulltrúar innflytjendastofnunarinnar hafi skipað konunni að stíga út úr bílnum en að hún hafi ekki hlýtt. She then proceeded to weaponize her vehicle and she attempted to run a law enforcement officer over. This appears as an attempt to kill or to cause bodily harm to agents, an act of domestic terrorism. They are already trying to spin this as an action of self-defense. Having seen the video of myself, I want to tell everybody directly, that is bullshit. 2000 fulltrúar innflytjendastofnunar Bandaríkjanna eru í Minneapolis í óþökk borgaryfirvalda. Störf þeirra þar eru hluti af hertri innflytjendastefnu ríkisstjórnarinnar. There's little I can say, again, that'll make this situation better, but I do have a message for our community, for our city, and I have a message for ICE. To ICE, get the fuck out of Minneapolis. Rannsókn lögreglu og eldsvoða á Stöðlum í október 2024 stendur enn 15 mánuðum síðar. 7 eru með réttarstöðu sakbornings. Lögreglan vill ekki veita upplýsingar hvort sakborningarnir séu starfsmenn, vistmenn, stjórnendur eða aðrir. Áður höfðu 3 réttarstöðu sakbornings, þar af 2 starfsmenn. Stuðla. 17 ára piltur lést í eldsvoðanum og starfsmaður slasaðist. Ekkert lát á mótmælum í Íran gegn versnandi efnahagsástandi. Gjaldmiðill landsins hefur hríðfallið og lögregla hefur drepið mótmælendur og handtekið þúsundir. Bandaríkjaforseti hótar að blanda sér í málin. Fjölmenn mótmæli hafa verið í Íran síðustu 12 daga. Þau byrjuðu í höfuðborginni Teheran og hafa breiðst landið. Mannréttindasamtök segja að 38 hafi beðið bana í mótmælunum, þar af 4 úr öryggissveitum stjórnvalda. Yfir 2000 mótmælendur hafa verið handteknir. Mótmælin eru talin ein mesta áskorun klerkastjórnarinnar síðan hún tók völdin 1979. Gengi gjaldmiðils landsins ríalsins hefur hríðfallið gagnvart bandaríkjadollar og verðbólga hefur mælst 40%. Þar til nýlega fengu innflutningsfyrirtæki niðurgreiðslur frá stjórnvöldum til að kaupa dollara og evrur á lægra gengi en aðrir til að geta greitt fyrir nauðsynjavörur frá útlöndum. Það fyrirkomulag var afnumið og borið hefur á skorti á innfluttum matvælum og verð hefur hækkað. مثلا تخم مرغ ما حدود یه هفته پیش 220 میگرفتیم الان خریدیم 350 صبح خریدم 350 همین جنس‌های دیگه هم همینجوری خلاصه روغن اینا برنج همینجوری رفته بالا. Í stað niðurgreiðslu og gjaldeyriskaupum innflutningsfyrirtækja ætla yfirvöld að greiða hverju heimili upphæð sem jafngildir tæpum 900 íslenskum krónum á mánuði. هر روز مشتری‌ها میان واقعیتش این چیزی که میخوان بخرن اینجا دیگه نمیخرن اونایی که اساسی کالای اساسی اونا رو میخرن دیگه نمیتونن مثلا برای یه کالای دیگه بخرن مثلا یه چیزی آب میوه میخوردن آب میوه شده 250,000 تومان مثلا 120 تومان شده 250 دیگه اونو نمیخره یه چیز دیگه اصلا اون کلا نمیخره مثلا یه شیر میخره یه تخم میخره یه نونش میخره دیگه میره همین. Bandaríkjaforseti útilokar ekki að blanda sér í málin. اونا کمکی نمیتونه واقعا امیدوارم که پای خارجی‌ها به این مملکت باز نشه چون به نفع هیچکی نیست. Og þær fregnir voru að berast að lokað hafi verið fyrir allan aðgang á netinu í Íran en truflanir hafa áður verið á því þegar mótmæli standa. Þá segja mannréttindasamtök að samtals 45 hafi verið drepnir í mótmælum síðustu daga. Aðstoðar lögreglustjóri segir ýmsar athugasemdir umboðsmanns Alþingis fangageymsluna á Hverfisgötu óásættanlegar. Strax hafi verið hafist handa við að bæta verklag en úrelt húsnæði flæki hlutina. Fólk helst ekki vistað hérna í fangageymslunni á Hverfisgötu lengur en sólarhring í senn. Í klefunum ekkert nema eins og þessi dýna hérna og fólk þarf að hringja bjöllu viljið að komast á salerni. Umboðsmaður Alþingis birti skýrslu í gær fangageymsluna. Þar aðbúnaður sagður óviðunandi, dæmur að fólki hafi ekki verið sinnt og þurft að gera þarfir sínar í klefum.
og það ekki þrifið leið og hægt var. Og fólk í sjálfskaðahættu hafði verið vistað klæðalaust, nokkuð sem þurfa forðast eins og hægt sé. Eftirlit þótti ekki fullnægjandi og starfsfólk beitti óþarfa valdi í einhverjum tilfellum. Við vorum ósátt við hvernig starfsemin var hjá okkur. Það er alveg verulegt rými þar til bóta. Ásgeir segir að þegar hafi verið gripið til aðgerða til að bæta verklag og verið sé að vinna að áætlun sem snýr að húsnæði, eftirliti með fólki sem vistað í fangelsinu og fleiru. Ásgeir segir húsnæði úrelt og ekki uppfylla fangelsistaðla, enda ekki skilgreint sem slíkt. Því séu þar ekki menntaðir fangaverðir heldur starfsfólk sem hafi engar valdbeitingarheimildir ásamt varðstjóra á vakt. Það skýra hluta að ekki sé hægt að hleypa fólki á salernu leið. Að það getur bara vel verið að varðstjórinn sé hreinlega í viðtali við að koma út af annarri vistun, að þá þarf bara hreinlega að bíða eftir honum. Hvað þótti ykkur svona stjórnendunum verst að sjá og heyra í þessar skýrslu? Okkur fannst þetta vont að sjá að það væri þetta stundum misbrestur í að okkar fólk væri að fara eftir verklagsreglunum. Varðandi fólk hafi verið vistað klæðalaust segir Ásgeir oft ekkert annað í stöðunni til að tryggja öryggi fólks. Þannig að fólki ekki fært úr klæðum nema að það hafi hreinlega notað þessi klæði til þess að reyna að taka sitt líf. Af hverju þetta fólk hjá okkur, af hverju þetta fólk ekki annar staðar í kerfinu í vistun þegar það í bullandi sjálfskaðahættu. Gjaldskyldum bílastæðum hefur fjölgað allt land, margir vita ekki að hverju þeir ganga þegar þeir leggja bílum sínum og sumir sjá sér gróða á hann. Hvar á ég að leggja og hverjum á ég að borga fyrir það og hvaða app á ég að nota? Sko, ef þú ert ekki með Soft Park, City Park eða Park and Pay, þá getur þú borgað með til dæmis Ground Parking eða PP Park. Nei, býttu, þú ert að rugla. Í dag heyrir þetta bílastæði undir Zone Meter. Ha? Já, Zone Meter tók við af Instant Park fyrir nokkrum vikum. Þið tvöður eru reynda bæði að rugla. Zone Meter er búið að sameina Central Park núna og heitir núna Flex Park og þú átt að vera með það app, kallinn minn. Já, það meikar reynda sens. En þetta stæði sem þú laðir í, akkurat þetta stæði, það er í eigu Samsung Park. Við köllum þetta bara bílastæði græðgi og það er orðið sem að næri verða best. Við þekkjum það nánast flest á eigin skinni. Við erum jafnvel að fá einhverja kröfu í heimabanka og höfðum jafnvel í góðri trú greitt með einhverju appi að við töldum fyrir stæði. En þá höfðum við verið sett niður með GPS-punkt á annan stað og það kemur krafa með vangrennslugjaldi sem í hæstu tilvikum upp á 5.700 krónur og engin skýring með. Og þetta er ekki siðlegi viðskiptahættir. Af hverju hefur þetta viðgengist? Fólk hefur bara því miður verið sofandi. Þessir opinberu aðilar sem eiga þetta að tryggja það að neytandinn verði ekki fyrir svona búsifjum. Þetta verður að gerast bara á örfáum árum. Og þetta er nánast eins og snjóbolt á leiðinni yfir hlíð. Og bara, þetta er einhvern veginn ekki það Ísland sem við viljum sjá, að það sé verið að okra og taka pening á öllum allstaðar. Runólfur segir dæmi að styrkir úr framkvæmdasjóði ferðamannastaða séu nýttir til að setja upp gjaldskyld bílastæði en slíkir styrkir eru ekki ætlaðir stöðum sem taka gjald af fólki. Það er að koma hugmyndir hér og þar og allstaðar að ef það finnst einhvers staðar kuml í landareign eða eitthvað sem gæti tengst einhverjum gömlum göróttum aðilum þá finna jafnvel sauðfjárræktarfélög til sína að þau geti sett þarna bílastæði og þénað á svæðinu. Er verið að kaupa land í því augnamiði að geta rukka fyrir bílastæði? Já, ég held að það sé alveg augljóst. Gjaldskyldum bílastæðum við ferðamannastaði hefur fjölgað mikið undanfarin ár. Fyrir 10 árum var 1 slíkt stæði, fyrir 4 ár voru þau 6 og nú eru þau 44 víða landið. Nú Neytendastofa birtir á morgun leiðbeiningar fyrir gjaldfrjáls bílastæði. Í þeim felst meðal annars að gjaldsvæðin eiga að vera nokkuð skýrt afmörkuð, að þarf að vera ljóst hver veitir þjónustuna, gjaldskrá á að vera sýnileg og hvernig á að borga fyrir að leggja. Það á líka vera skýrt hverjar afleiðingarnir eru af að borga ekki innan tiltekins tíma. Neytendastofa fær margar ábendingar og erindi vegna gjaldtöku á bílastæðum. En hefur mjög mikil aukning núna síðustu mánuði. Er það talað 10 eða 100 erinda? Já, það hefur örugglega komið á þessum tímabili 10 og 100 erinda til okkar. Hvað vill fólk vita? Það er þá yfirleitt bara fyrirspurning hvað það geti gert og er að segja okkur frá þá rukkunum sem við fengið og þetta snýst náttúrulega yfirleitt því að fólk hafi ekki haft upplýsingar það að þetta væri annarkvort gjaldskyldstæði, að það þyrfti hvernig ætti að borga, hversu hátt gjaldi væri. Fólk hafi ekki átt að segja á því að ef það er ekki borgað þá myndi bætast við himinhár kostnaður.
Hanna Katrín Friðriksson, atvinnuvegaráðherra. Já, hvernig stendur þér á því að þessi staða komin upp? Já, það von þú spyrjir. Þetta náttúrulega algjörlega óboðlegt. Þetta mynd sem hefur verið að teiknast upp mjög hratt undanfarin kannski 2 til 3 ár. Og það eru alls konar ástæður. Auðvitað það að þessi vaxandi ferðaþjónusta hér á landi hluti af þessu. Stóramáli kannski líka bara nýsköpun og tækniþróun í því hvernig viðskipti eiga sér stað á milli aðila. Þannig að það ástæða til að stíga fast niður núna og það erum við að gera. Þið hélduð fund í morgun. Já. Hvað ætlið þið raun og vera að gera þannig sem fólk finnur fyrir? Akkurat. Sko, það kannski bara að ég fæ aðeins vegna þess að núna í haust þá mælti ég fyrir frumvarpi, breytingu á lögum markaðssetningu svo kallaða. Það alls konar, þau lögur náðu yfir alls konar hluti, en fyrst og fremst með tilliti til tækninýjunga. Það sem lítur að þessum málum, það að segja bílastæðagjöldum og gjaldskyldum, þetta að Neytendastofa styrkt til að halda utan um þetta. Þetta undirstofnun atvinnuvegaráðuneytisins og að gæta hagsmuna neytenda fyrir okkar hönd. Hún fær styrkingu og það þarna verið að taka á svokölluðum óhæfilegum skilmálum í viðskiptum fyrirtækja og einstaklinga. Þar sem Neytendastofa getur gripið inn í og bókstaflega bannað viðskipti ef það verið til dæmis að leggja á vanskilagjald sem margfalt meira en upphafleg gjaldskylda, ef það óraunhæfur tímafrestur sem fólk hefur til að greiða gjaldið og ef það bókstaflega verið að fara á svig við eitthvað sem eðlilegi viðskiptahættir. Þetta verður vonandi að lögum í vor og breytir öllu. Já, en við kannski spyrjum okkur því þú sagðir á þessu fundi í morgun og sagðir líka hérna áðan að þetta væri óboðlegt. Hefði ekki þurft að grípa til einhverja aðgerða miklu fyrr? Jú, það má alveg segja það hefði átt að gera það, eins og ég segi þá hefur staðan verið að breytast töluvert hratt undanfarin 2-3 ár og mér finnst lykilatriði núna að það verið að grípa inn í, það mál hafa verið í skoðun, ég skrifa grein þessi mál í sumar og það springur út að fólk bara hrynja inn sögurnar yfir okkur upplifun sína af þessu. Mér langar líka að nefna annað sem að gerast strax og það það að á morgun mun Neytendastofa kynna ákveðna leiðbeiningar fyrir fyrirtæki sem að starfa á þessu sviði. Vegna þess að flestir vilja gera hlutina vel. Það ríkisins að búa til ramman og tryggja að þessar upplýsingar sé gegnsæi og þetta samningssamband geti verið. Við erum að setja á laggirnar vefsíðu þar sem að allar gjaldskyld bílastæði til staðar og breyta í nánu sambandi við innviðaráðuneyti umferðarlögum sem gefur okkur líka vald til þess að laga þessa hluti. Hanna Katrín Friðriksson, atvinnuvegaráðherra, takk kærlega fyrir að koma og útskýra fyrir okkur. Takk fyrir. Mistök á skrifstofu forseta Íslands urðu til þess að fjöldi fólks fékk ekki boð í nýársveislu Höllu Tómasdóttur forseta, þar á meðal 4 fyrrum forsætisráðherrar. Ritari forseta segir þetta miður. Gestalistin í nýársboð forseta Íslands á 13. hefur vakið athygli. Nokkur áberandi nöfn þykir vanta á hann, en hefð fyrir að bjóða helstu fyrirmönnum landsins. Á listanum sem Vísir birti í heild sinni í morgun voru hátt í 600 manns, þar á meðal núverandi og fyrrverandi ráðherrar. 4 fyrrum forsætisráðherrar fengu þó ekki boð í veisluna. Geir H. Haarde, Jóhanna Sigurðardóttir, Katrín Jakobsdóttir og Þorsteinn Pálsson. Ja, þetta ferlega leiðinlegt og okkur þykir þetta virkilega miður. Nýtt boðskerfi var nýlega tekið í notkun þar sem gestum var boðið að velja rafrænt á hvaða tíma dags þeir vildu þiggja boð í móttökuna. Í þessu svona yfirfærslu ferli á milli kerfa með þessa lista að þá bara detta út nöfn og í einhvern veginn svona hinum daglegu önnum þá tókum við ekki eftir því. Ég hefði átt að lesa þessa lista miklu betur yfir og ég gerði það ekki og okkur þykir þetta bara virkilega leitt. Veistu hvað þetta voru margir aðilar? Nei, ég veit það ekki. Þetta bara vinna sem við þurfum að fara í bæði að samlesa þessa lista og átt okkur betur á því hvað það var eiginlega sem að misfórst hjá okkur svona hrapalega. Öllum skólameisturum og rektorum framhaldsskóla á Íslandi var boðið, nema einum, skólameistara Borgarholtsskóla. Sumir fjölmiðlar hafa látið í því liggja að það kannski hafi eitthvað annað búið að baki, að fólki hafi ekki verið boðið af einhverju ástæðu. Já, einmitt, ég sá þetta akkurat í morgun, mér finnst það mjög leiðilegt og það bara, ég get ekki undirstrika það nógu breitt og mikið að það alls ekki þannig. Gjaldskylda orð ársins að mati hlustenda RÚV og notenda RÚV.is. En það var tilkynnt í dag hér í útvarpshúsinu þegar menningarviðurkenningar RÚV fyrir árið 2025 voru afhentar við hátíðlega athöfn. 2 orð fengu flest atkvæði, græna gímaldið og gjaldskylda.
Guðrún Hannesdóttir ljóðskáld, myndlistarmaður og þýðandi hlaut viðurkenningu Rithöfundasjóðs Ríkisútvarpsins og hljómsveitin Sigurrós. Hún hlaut Krókinn, viðurkenningu Rásar 2 fyrir framúrskarandi tónlistarflutning á árinu. Og nú skulum við sjá hvað verður í Kastljósi kvöldsins. Í Kastljósi í kvöld hittum við mann sem segist vera ferðalangur á leið inn í óminnisland. Hann greindist með Alzheimer í sumar. Ég held ég hafi ekkert verið lengi í afneitun, hafi ég verið það, ég ekki alveg viss á því, ég man það ekki. Svo komumst við að því hvaða orð hlýtur titilinn Orð ársins 2025 eftir langt og strangt kosningaferli. Að síðustu förum við svo í Tjarnarbíó í uppsettan Sumarbústað sem er rammi nýs leikrits sem frumsýnt í kvöld. Og þá að veðri í dag hefur verið norðaustan hríðsyðst á landinu. Gular viðvaranir eru í gildi á suður- og suðausturlandi en í kvöld dregur smám saman úr vindi og þá renna þær út. Á morgun er útlit fyrir fremur hæga norðlæga eða breytilega átt og él norðan og austan til en yfirleitt þurrt og bjart sunnan heiða. Frost verður 0 til 12 stig og það verður kaldast inn til landsins. En við fjöllum nánar veðrið að loknum íþróttum. Undirbúningur karlalandsliðsins í handbolta fyrir EM fer á næsta þrep á morgun þegar liðið spilar fyrri vináttuleik sinn á 4 þjóðamóti í París. Ísland mætir Slóveníu og leikurinn beint á RÚV. Eina sem nærið eitthvað eru sigrar. Handboltasérfræðingar RÚV vilja sjá eitt og annað frá liðinu í leik morgundagsins. Ég vil bara sjá Snorra búið til ákveðin kjarna. Ég er alltaf voða mikið í því að vilja prófa. Ég vil fá sjá hraðupplöf, sko. Og Hareide fyrrum landsliðsþjálfari í fótbolta var borinn til grafar í heimabæ sínum í Noregi í dag. Hann lést 18. desember síðastliðinn. Og Arsenal getur náð 8 stiga forystu í ensku úrvalsdeildinni í kvöld. Liðin í öðru og þriðja sæti misstigu sig bæði í gærkvöldi. Og það var helst í þessum fréttatíma að Guðmundur Ingi Kristinsson hefur ákveðið að hætta sem mennta- og barnamálaráðherra og Inga Sæland formaður flokksins tekur við því ráðuneyti. Ragnar Þór Ingólfsson, þingflokksformaður Flokks fólksins, tekur við stól félags- og húsnæðismálaráðherra. Grænlendingar tapa réttindum verði hluti af Bandaríkjunum, segir formaður utanríkismálanefndar Grænlands. Varaforseti Bandaríkjanna segir Dani ekki hafa staðið sig í að tryggja varnir Grænlands. Fulltrúar innflytjendastofnunarinnar ICE skutu konu til bana í Minneapolis í gær. Borgarstjóri skipaði þeim að koma sér burt úr borginni. Atvinnuvegaráðherra vill breyta innheimtu og umferðarlögum til að skýra reglur gjaldskyldu á bílastæðum. Framkvæmdastjóri FÍB segir stjórnvöld hafa sofnað á verðinum. 4 fyrrverandi forsætisráðherrar fengu ekki boð í nýársfagnar forseta á 13. Tæknileg mistök segir ritari forseta en ekki liggur fyrir hversu mörg boðskort fóru forgörðum. Þessum fréttatíma er að ljúka og það komið að íþróttum, veðri og kastljósi. Næsti fréttatími í útvarpinu klukkan 10 í kvöld og nýjustu fréttir má alltaf finna inn á RÚV.is. En við á fréttastofunni, við þökkum ykkur samfylgdina þar sem af er þessum degi. Verið þið sæl. Á RÚV í kvöld. Frá óvissu til vonar. Leghálskrabbamein á Íslandi. Ný íslensk heimildamynd leghálskrabbamein á Íslandi. Myndasögur. Stuttir þættir sögurnar á bak við áhugaverða ljósmyndir. Í hverjum þætti er fjallað eina